Við skulum halda áfram og fá næsta gest og það nú eiginlega fyrir ykkur áfram norðan menn og sérstaklega fyrir ykkur sögkræklinga en auðvitað fyrir okkur öll hinn því að Erla Þorsteinsdóttir af Króknum og söngur hennar einkennist af þessari skagfirsku mýkt sem að finna þar í ljóðum. Hún syngur lag eftir 12. september, Litli tónlistarmaðurinn. Mamma, ertu vakandi mamma mín? Mamma, ég vil koma til þín. Ó mamma, gaman væri að vera stór, þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draum þig, en datt á fram úr og það truflaði mig. Þú varst drottning í hárri höll, hljómsveitin álfan menn og tröll. Lék þér og söng í senn, hún var svo stórfengleg. Tröllin þau verða frumburnar, blómar var lék á flauturnar. Fiðlurnar mennskir menn á mandólin ég. Allir mændum við upp til þín, eins og sól þegar blómin skín. En þínum faðmi frá gjafir flugum að. Flestum gekk vel að grípa sitt, glaður náði ég fljótt í mitt. En stórt steg ég á, stóð tætt svo hann var. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, gaman væri að vera stór, þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Þú erum búin að vera einna lengst erlendis. Þú fórst út til Danmörku 1951. Já, fyrst. Og hefur verið það meira og minna síðan? Já. Ég hef bara verið hér í hálft ár, fast, og svo flutti ég út alveg. Heldurðu að Íslendingar hafi verið búnir að gleyma þér? Eða það fréttist nú ekki mjög mikið af ykkur þessari útlendingaherdeild sem þarna er? Nei, það var það víst. Já. Því að fólk hélt bókstaflega að ég væri dáin. Já. En svo var það nú langt í frá ekki. Þú starfaðir í Danmörku, þú söngst þar, komst þar fram. Já, ég byrjaði þar eiginlega. Já. En öll lögin söngstu þessi íslensku lög sem hafa lifað allan að tíma, þú söngstu inn í Danmörku? Já, inn á plötur þar. Já. Með Jón Grangor. Hann var svona guðfaðir þessara tónlistar á margan hátt. Já, og það getur maður sagt, hann var mjög duglegur eins og það. Ekki hefur þú þó haft ofan að fyrir þér með söng allan þennan tíma, hvað gerur þú þannig? Nei, ég held að sé nú forvitnilegt að vita hvað þú hefur alið manni. Ég hef verið húsmóðir. Já, það er ágætt stað. Já. Og hvar? Hvar? Já. Í Danmörku minnar þau. Já, við höfum til að byrja með, vorum við í Kaupmannahöfn. En okkur líka það alls ekki, það átti ekki við okkur. Svo við fórum út á land, út á Sjáland og höfum búið þar síðan eiginlega.
Og eru þar í vinnu eða með einhvern rekstur eða? Já, við höfum fyrirtæki og höfum haft mikið að gera með það. Og barnahóp? Já, við eignustum 4 börn og eigum núna 4 barnabörn. Já. Og hafa þau 4 komið á krókinn? Já, öll sem, já, oft. Búin að fara þarna um? Já. Eitthvað af þessum lögum sem að þú söngst sem að eru þeir sérstaklega minnistæð? Ég get eiginlega sagt öll lögins hans Freymóðs. Já, þau hafi verið sérstök fyrir mig, alveg. Og svona þessi rómantík sem þar er í þá? Mér fannst lögin svo góð öll sem og textarnir sérstaklega góðu að það hefur verið alveg sérstök fyrir mig.